hafi hlaupið undir bagga með fyrirtækjum og bönkum sé ekki í anda nýfrjálshyggjunnar. Þú í þinni grein ert í rauninni að tala að þetta sé akkurat angi af og óhjákvæmilegu partur af nýfrjálshyggjunni, þessi pilsfalda kapitalismi. Já, í raun og veru. Frjálshyggju fólk hefur alveg rétt fyrir sig með það að svona aðgerðir þær eru stangast á við hugmyndafræðina í sinu hreinustu mynd. Vandamálið að það er ekki hægt að innleiða þessa hugmyndafræði í þessu hreina formi. Að því hún byggir á óreinsaðum forsendum þá munu afleiðingarnar alltaf verða aðrar heldur en ætlað var. Fyrir vikið þá það þannig að það þarf til þess að markaðurinn virki sem skildi, þá þarf að tryggja ákveðna tiltrú á hagkerfinu, á gjaldmiðlinum, það þarf að skapa hagstætt viðskiptaumhverfi til þess að laða að fjárfesta, sem að þýðir það á endanum þá lenda stjórnvöldið því ákveðnu þjónustuhlutverki við fjármagnseigendur og atvinnureigendur. Skýrasta dæmið kemur alltaf frá löndum sem eru verðsett en Ísland og voru mun verðsett áður en að allt bankakerfið okkar hrundi, þar sem að slík ríki oft í félagslegu undirboði við að laða til sín fjárfesta með því að draga úr mengunarvörnum, kröfum vinnuvernd og aðstæður á vinnustað, jafnvel að bjóða vinnuafl á mjög lágum tekjum þannig að fólk það nær að lepa döðin og skel en það er kannski spurning að Vesturlönd okkur hefur tekist á Vesturlöndum kannski að venda okkur mun betur en sumir frjálshyggju postular fjalla það að segja það að forsendur frjálshyggjunar eigi ekki við sem lýsing á mannlegri hegðun. Hún sé eins var mjög heppileg svona prinsip hvernig við eigum að hegða okkur og hluti af hugmyndafræðinni að innleiða þetta hugafar. Til dæmis fjallað það í 4. kafla bókarinnar svokallað nýskipan í opinberum rekstri sem svona þessi stjórnunarhættir frjálshyggjunar þegar það eru ákveðnir þættir sem við getum ekki komið fyrir á markað af einhverjum ástæðum og ríki verður að sjá þá reynt að innleiða svona gangverk markaðins í starfsemi ríkisins. Og þá staðan fyrir að til dæmis opinber þjónusta sé byggð á einhverjum svona eins og hún gerði kannski áður fyrir meira á einhverjum hugmyndum svona ákveðna þekkskyldu eða köllun eða þjónustu við samfélagið, þá reynt að skapa fjárhagslega hvata sem að stýra hegðun fólks sem starfar í kerfinu. Hugmyndin í sjálfu sér góð ef hún byggður réttum forsendum, en til dæmis það sem að hefur iðulega gerst og fjallað með þessum 4. kafla það að oft endur við með mjög stórt eftirlitsbatteri sem að þarf að framfylgja alls konar þjónustusamningum og þeir eru ósveigjanlegir og þunglamalegir, þannig að kerfið raun og verður óskilvirkara fyrir vikið. Þetta reyndar ætti ekki að koma neinum á óvart, þetta eitthvað sem til dæmis Hayek fjallar mjög mikið í sínum skrifum, þar sem hann talar tilraunir fólks til þess að innleiða eitthvað svona ídeal og það komi alltaf til með út af skertri vitund mannsins til með að snúast upp í eitthvað svona andhverfu sína og það kannski það sem merkilegt að þetta á ekki síður við frjálshyggjuna heldur en margt annað. Hvaða lærdóm getum við dregið af þessari arfleið ný frjálshyggjunar og hvað það sem að við eigum svona taka með okkur úr þeim farangri, eða þetta eitthvað sem við eigum bara að henda á glæ? Ég held að við þurfum að fallast á þá hugmynd að manneskjan sé fjölbreytileg vera á. Við þurfum að taka tillit til þess að fólk hafi ólíkar þarfir, ólíkar langanir, ólík gildi. Ég held að ekkert okkar vilji aftur fara á þennan stað eða fara á þann stað eins og í Sovétríkjunum þar sem að það voru staðlega lausnir fyrir alla. Þetta í sjálfu sér hefur ekki reynst óyfirstígilegt vandamál til dæmis fyrir velferðarkerfin á Vesturlöndum sem hafa í auknum mæli verið að taka tillit til ólíkra aðstæðna. Feminismin ruddi brautina fyrir til dæmis því að gera mörg velferðarkerfi næm fyrir ólíkum aðstæðum karla og kvenna. Fjölmenningarhyggjan hefur í seinni tíði líka haft sömu áhrif og með vaxandi svona fjölbreytileika samfélagsins, bæði vegna þess að í öllum samfélagum á Vesturlöndum hafa undanförnum áratugum
verið að aukast fjöldi innflytjenda með ólíka menningabakgrunn, en líka af því að innan samfélagi sem að voru tiltölulega einsleit eins og Íslendingar, þá hefur kallað innfætta Íslendinga að lífstíl hefur raun og veru lífstíl fólks það eru til fleiri og ný lífstílsform sem að fólk að velja sér. Sumir bara eins og þetta með ýmislegt svona heilsumfarsmataræði og annað slíkt, og það alls konar svona fjölbreytileiki sem er orðin staðreynd í samfélaginu og við viljum ekki reyna að þröngva einni lausn upp á alla. Hins vegar verðum við líka að horfa í það að við þurfum ákveðin sameiginleg gildi til þess að skipleggja samfélag. Við þurfum að hafa svona lágmarksátt ákveðna þætti. Það þýðir ekki að við þurfum að ákveða það að vera Íslendingur feli í sér einhverja tiltekna staðlaða ímynda því hvernig við eigum að lifa, við eigum bara að borða ísuna, við lifum alltaf þorskinu landi og við ætlum ekki öll að vera bjartur í sumarhúsum. En það eru ákveðin gildi samfélagslega ábyrgð, heiðarleika og traust til dæmis sem að skapa ákveðin lím til að halda samfélagi eins og Íslandi saman. Og það eru slík gildi sem við þurfum að fara að setja á dagskrá og ræða aftur og hætta að líta á þetta sem annarkvort eða. Við getum gengið langt í því að reyna að innleiða sameiginleg gildi en við getum líka gengið skamt. Þetta er meira eða minna frekar heldur en annarkvort eða. Mér langar að spyrja dálítið svona banal spurningar, en af hverju stafar þessi óbeit frjálshyggjunnar á ríkisvaldinu? Hún stafar helst að því að frjálshyggjan lítur á ríkisvaldið sem óhjákvæmlega þannig að það muni alltaf innleiða einasta lausn fyrir alla. Það er ein stærð fyrir alla og það kannski liggur dálítið í því að þegar að frjálshyggjan er svona að byrja að koma sér upp aftur eftir kreppuna miklu, þannig á 5. áratugnum til dæmis, að þá stöndum við frammi fyrir alræðisríkjum eins og Sovétríkjunum, þar sem að fólk fekk að raun og veru það sem var að gerast var að ríkið tók yfir alla þætti samfélagsins og með alveg skelfilegum afleiðingum. Og það sem að til dæmis Hayek leggur upp með þá er það að allar tilraunir til þess að beita ríkisvaldinu á einhvern hátt til að bæta lífskjör fólks munu alltaf leiða til svona alræðis skipulags. Okkur getur nú þótt sitt hvaðan til dæmis Svíþjóð en ég held að ekkert okkar sjáu það sem svona hliðstæðu við Sovétríkin sálugu. Hins vegar er það auðvitað staðreynd að það var ákveðin